Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú það leiklist, enn og aftur. Leikfélag Fjallabyggðar að æfa þessar mundir og alveg að fara frumsýna Þrek og Tár. Og þau eru komin til mín, 3 leikarar úr sýningunni, Þuríður, Gunna, Guðrún og Örn, velkomin. Þið eru öll að fara að leika, ekki satt? Jú. Og hvað? Það aðeins búið að setja strik í reikningin veður og verkfall, ekki satt? Jú, aðalega náttúrulega veðrið. Já. Þið eruð að fara að sýna aðalæfinguna hvað? Á morgun? Á morgun, já. Eða í rauninni í kvöld, já, akkurat. Föstudagskvöld, það var aðalæfing og frumsýning svo á sunnudag. Á sunnudaginn. Hvað gerir þið ráð fyrir mörgum sýningum? Vitið þið það? Fröken formaður, þú voru að svara þessu. Já. Það náttúrulega verkfall þarna á mánudag og þriðjudag. Það verkfall. Og þá dytti þriðjudagssýningin niður, 10. Af því að húsvörðurinn... Af því húsvörðurinn að fara í verkfall og... Má ekki opna. Og má ekki annar opna, það verkfallsbrot. Og við náttúrulega stöndum með henni í þessu. Að sjálfsögðu. Maður ekki búin að átta sig á öllum öngunum á þessu verkfalli. Hvernig þetta hefur áhrif á svona margt svona sem mann dettur ekki í hug. Eins og starfsemi áhugaleikfélaga. En það þannig. En við frumsýnum á sunnudaginn. Já, það stoppar það ekkert. 8. mars. Á alþjóðlegum barndegi kvenna, það flott. Þrek og Tár eftir Ólaf Hauk Símonar. Og strangar æfingar að baki eða eitthvað? Já, frekar. Já. Þetta var svona pínu erfið fæðing, erfitt að raða í... Þetta stór sýning. Eða fá leikara í hlutverk og við förum svona aðeins út fyrir þennan venjulega kynjaramma. Já, eru það svissa svona? Þannig að það eru 2 konur sem leika kallhlutverk. Það allt leyfilegt. En gera það svona helvíð. Leika þær kalla eða breytið þið hlutverkinu? Það leika bara kalla. Já, flott. Við erum ekki að breyta. Nei. Það dálítið sterk kinnbein. Já. Já. Og eru að vinna með skegg og allt bara? Nei. Það ekkert svoleiðis. Það ekkert svoleiðis? Nei. Það leika þetta bara, almennilega. Já. Og við förum aðeins yfir leikstjóran og svona þessum eru baku tjöldin líka. María Sigurðar, hún að leikstjóri hjá okkur núna í annað sinn. Já. Og var hjá okkur í fyrra og sett upp Bót og Betrun. Já. Og þið hafið verið svona ánægð með hana því að fengið hana bara aftur. Já. Hún að stansa mjög vel. Mjög gaman að hana með. Hún bara ljúflingur, sko. Og þið að syngja, það að dansa líka eitthvað? Búið að bæta við dansum eða? Við sjáum dansinn. Förum aðeins yfir þetta. Þið að leika par. Já. Það ekki? Jú. Hvaða par það aftur? Maður aðeins búin að rugga þessum. Ég mun vera Gunni Gæ og þetta mun vera mín áskæra Magga. Já, sem þú syngur Sem ég syng og reyna að serða upp á borðið og ég veit ekki hvað og hvað. Það allt í gangi. Alltaf nóg í gangi. Já. Og þið leikið þá leikur þú mömmu hans eða hvað? Ég sem sagt Didda. Þú Didda. Sem búin að búa í Ameríku í 17 ár. Já. En svo eru þið mæðgur í álfurinni, en leikið ekki mæðgur. Nei. Og svo afi líka, pabbi hennar í leikritinu. Þetta er fjölskyldan. Það er svo skemmtilegt að segja frá því að við erum sem sagt 3 ættliðir á sviði núna. Frábært. Svona að það vera. 3, 4, Sigurlaug. Nei. Það er bara pabbi, ég og hún. Sigurlaug er bróðurdóttir mín. En hún í fjölskyldinni. Heldur með sér fjölskyldinni. Já. Og þið hafið áður tekið þátt, frétti ég áðan, í svona leikstarfsemi. Og hvað getið þið séð fyrir ykkur að því ég var að spjalla með hana Rakel sem að gera þætti bak við tjöldin. Hún að hitta áhugaleikfélag og fara svona í gegnum hvað í gangi. Getið þið séð fyrir ykkur Ólafsfjörð Siglufjörð án leikstarfsemi? Það var leiðilegt. Er það ekki? Já. Það var þetta þurrveruleiki. Þetta átti að átti að vera svona pínu hátíð þegar frumsýning og sýningar á Ólafsfirði. Já. Eru þið öll á Ólafsfirði, eru þið á Siglufirði eða hvernig er þetta? Við erum öll Ólafsfirðingar. Ólafsfirðingar. En sem sagt leikfélögin sameinuðust fyrir hvað, 5 árum? 2013. 2013. Og sameinuðust þessi félög. Já. En þrátt fyrir göngin þá hefur færð hamlað oft, eða ekki? Jú, það búið að vera náttúrulega eins og allir vita, bara hundleiðilegt viður. Já. Og búið að vera mjög leiðilegt þarna hjá okkur hér norðanlands bara síðan í desember, sko. Já. Og hvað er það sem verður ófært? Er það
Hvaða spott er það? Þessi litli kapli á milli gangnanna í Héðinsfirði, hann Já, það? verður ófær og svo er kaplinn aftur þegar þú kemur út úr göngun Siglufjarðarmegin. Hann er mjög erfiður líka. Og það er bara út af vindstrengjum þá? Já. Já. Þetta er ekkert grín. En þið hefði samt náð að æfa þetta núna einhverja mánuði og ætlaði að fara frumsýna. Og hverju lofið þið? Bara glaum og gleði? Klárlega. Klárlega. Þetta er náttúrulega, þetta er bara svo... Svo gaman að fara söngleikrit. Söngurinn gerir mikið, sko. Og lögin í þessu verki eru náttúrulega alveg dásamleg. Er ekki saman? Þetta er bæði falleg og ljót saga, sko. Já. Þannig að... Það er allt litrófið þarna. Það er allt í þessu, sko. Allur pakkin. Er þinn ekki pínu ofbeldisgaur? Jú, hanna er ímist bara high on life eða þá bara reyna drepandi mann og hann. Ertu í einhverjum svona baráttuatriðum eða svona bardagatriðum? Já, við erum búin að koreografa 2 slagsmálaatriði og dansinn við möggu mína og ég veit ekki hvað sem ég misti reyndar daginn á æfingu. Mistur í möggu? Í gólfið bara? Já, við rétt björgum því. Það er svona áhættuatriði bara? Já. Þetta er það góðið dans. Það stóð í leikritinu í handritinu, hún ætti að fara í heljarstökk, sko, ég ætti að kasta henni upp í heljarstökk. Hún var ekki á því, öllum til mikil og vonbrigðar, en þannig að við breyttum því bara og gerðum það skemmtilegra. Já. Og auðveldra. Já. Svo eru bara svo falleg lög. Já. En er hljómsveit með ykkur á sviðinu? Já, heyrðu, þetta er samvinnuverkefni við Menntaskólann á Tröllaskaga. Nú, þannig að það eru nemar þaðan? Já, það eru nemendur þaðan sem eru í leiknum og svo er sem sagt skólahljómsveitin. Vá. Hrikalega góðir. Er þetta bara stórsveit eða sem sagt, er þetta svona rockhljómsveit eða big band eða? Þeir eru 5. Já. Oftast 4, svo er 1 sem er í hljómsveitinni sem er að leika og stekkur inn og spilar. Hlutverki. Okay. Þannig Davíð okkar. Já, heyrðu, þetta er frábært. Frumsýning á sunnudaginn og svo bara fer eftir verkfalli og færð, hversu margar sýningar. En við hvetjum fólk til að mæta. Hvar er frumsýnd? Í Tjarnarborg, Ólafsfirði. Tjarnarborg, Ólafsfirði. 8. mars. Já. Og hvernig er maður sér í 10. mars, miða? 12. og svo 2 sýningar 14. mars. Já. Og miðarnir fást á bara í hverju símanúmeri eða? Já. Í símanúmeri. Við þurfum ekki að fara með númerið en er eitthvað svona heimasíða eða eitthvað sem fólk getur leitað til? Alltaf Leikfélag Fjallabyggðar á Facebook. Leikfélag Fjallabyggðar, það eru allar upplýsingar en ekki? Já. Herru, takk hérlega fyrir komuna og poi poi. Takk. Takk sömuleiðis.